Í þessu vídeói fer ég yfir umhverfið í Canva Studio. Studio opnað hér í aðalvalmyndinni. Hér kemur maður inn á sitt eigið svæði þar sem maður getur geymt og flokkað vídeóin sín, tekið upp og ýmislegt fleira. Og það hefur engin annar aðgang að þessu svæði heldur en notandinn sjálfur. En upptökur eru ekki settar inn á námskeið hér. Það var sem sagt að opna námskeiðsvefinn og þar eru nokkra leiðir til að setja inn upptöku. Og þar hefur kennarinn aðgang að öllu sem hann geymir hér. Til að byrja með þá lítur þetta svona út. Hér hefur kennari ekki hlaðið upp neinni upptöku og safnið tómt og það er að smella hér á Add Videos eða Add hérna uppi. Hér efst til vinstri er Studio valmyndin. Hér get ég skoðað vídeó sem aðrir Canvas-notendur hafa deilt með mér, til dæmis samkennarar. Hér fyrir neðan má sjá námskeiðsmöppur og þegar smeltir á námskeiðsmöppu þá sjást upptökur sem kennari hefur sett inn á námskeiðsvef þessa námskeiðs. Upptökurnar þær birtast sjálfvirkt hér inn í þessari möppu. Þegar kennarinn setur sem sagt upptök á námskeiðsvefinn þá birtist hún sjálfvirkt hér inn í möppunni. Það er líka hægt að setja upptöku hér beint inn í námskeiðsmöppuna en nemendur fá ekki aðganga þeirri upptöku fyrr en hún er sett inn á námskeiðsvefinn vegna þess að nemendur hafa engan beinan aðgang að þessari möppu. Hér hægra megin er hnappur til að taka upp og ég sýni það betur í öðru vídeói. Það er hægt að hlaða upp vídeói eða upptöku úr tölvunni. Og það er hægt að bæta við vídeóum frá YouTube. Það þarf að byrja að finna vídeóið á YouTube og síðan er nóg að afrita slóðina í atriðslínunni og líma hana hér inn. Og þá hef ég þetta vídeó tiltækt hér á vídeósvæðinu mínu. Hér get ég svo leitað að vídeóum. Canvas leitar eftir titli, lýsingu eða tags. Tags eru nokkurs konar lykilhugtök sem er hægt að tengja við vídeó til að auðvelda leit. Hugtakið lína skila mér einu vídeói og það er einmitt vegna þess að þetta vídeó var merkt með því hugtaki. Það er hægt að nota þessa síur til að láta efni raðast eftir mismunandi forsendum. Til að flokka vídeóin býr maður til collection sem er bara nokkurs konar mappa. Til að færa vídeóin í möppuna er smellt á punktana og move to og þá get ég valið hvar ég vil hafa vídeóið. Hér eru fleiri möguleikar. Það er hægt að búa til quiz, setja spurningar inn í vídeóið. Ég get deilt vídeónu með samkennara eða einhverjum öðrum Canvas-notanda, fært vídeóið inn í möppu, skipt út titilmyndinni fyrir vídeóið og eitt því. Það eru síðan fleiri möguleikar ef ég opna vídeóið sjálft og smelli hér á View. Hér get ég hlaðið vídeónu niður í tölvuna mína. Þessi möguleiki er auðvitað ekki til staðar ef þetta væri vídeó frá YouTube. Undir Details sjást til dæmis lykilhugtökin sem ég nefndi og auðvelda leit. Með því að fara í Edit get ég breytt upplýsingum vídeóið, til dæmis titlinum eða lýsingunni, eða bætt hérna við fleiri lykilhugtökum. Undir Comments get ég sett athugasemdir inn á vídeóið. Athugasemdir sjást þegar vídeóið er spilað. Ég get skoða hversu mikið hefur verið horft á þetta vídeó og hér er hægt að setja inn textaskrá. Svo eru hefðbundnir möguleikar varðandi spilun sem hver og einn getur valið. Það er hægt að láta vídeóið fylla út í skjáinn. Ég smelli á Escape á lyklaborðinu til að minnka vídeóið aftur. Ég get minnka gæðin í spilun, til dæmis ef ég er með lélega nettengingu. Ég get slökkt á athugasendunum, spila vídeó hraðar eða hægar og hækka eða lækka hljóðið. Hér fer ég tilbaka í My Library. Hér eru líka möguleikar í tengslum við collection eða safn. Ég get deilt þessu safni með öðrum Canvas-notanda, breytt nafni safnsins eða eitt í. En þetta er komið að sinni.
Takk fyrir.